Komið sæl, ég ykkur velkomin á 187. fundi Sveitarstjórnar Dalabyggðar sem aukafundur og hér eru 2 mál á dagskrá. Mál 1 er fjárhagsáætlun 2020-2023. Ég gefa Kristjáni orðið. Oddviti, góða fundarmenn. Þessi liður er á dagskrá þannig að það vel engin breyting á neinum áætlunum og eins og kom fram í fundarboði þá er það tilgreint í fjárhagsáætlun og greinargerð með fjárhagsáætlun að álagningarhlutfall lóðarleigu verði semst óbreytt á milli ára. En það láðist eins og að hafa hlutfallstölurnar sjálfar í inngangi og þess vegna er það settar hér fram til staðfestingar en eins og segi það er alveg skýrt í áætlunni að þetta er óbreytt. Það er að íbúðarhúsnæði sé 1,7% af fasteignamati lóðar og atvinnuhúsnæði sé 2% af fasteignamati lóðar. Þá bara ber ég hér einhverju fleiri sem vilja taka til máls. Kveður sér engin hljóðs, þá ber ég hér undir atkvæði þessa staðfestingu sem var kveðið á í greinargerð fjárhagsáætlun, þar sem eru samþykkir henni gefimerki. Það er samþykkt samhliða. Þá er næst mál númer 2, það er fjárhagsáætlun 2020 og viðauki 1. Gefa Kristjáni orðið. Já, oddviti og góði fundarmenn. Þetta mál sem að lá á að taka fyrir núna snýr að Bakkahvammi húsnæðissjálfseignarstofnuninni sem að er að kaupa íbúðirnar 3 við Bakkahvamm og þannig er að nú eru húsin komin á staðinn og þau verða vonandi komin upp í næstu viku og þá eigum við að greiða, eða þar segir sjálfseignarstofnunin að greiða 30 milljónir. Það er ákveðin, virðist taka lengri tíma heldur en við ætluðum að afgreiða mál, annars verður til lánsfé og hins vegar eigum við eftir að fá 10 milljónir greiddar sem eru stofnframlag, fyrir helmingu stofnframlags frá ríkinu. Og til þess að þetta við séum nú örugglega, eða Bakkahvammur sé örugglega færum að standa í skilum, ég vona að þurfi ekki á þess að halda en til þess gæti komið, að þá er lagt til að Dalabyggð fái heimild til að lána Bakkahvammi HSS alltaf 30 milljónir til greiðslu vegna kaupa þessum íbúðum. Og láni verður greitt tilbaka þegar helmingur stofnframlags frá ríkinu, sem 10 milljónir, hefur verið greiddur og lánsfjármögnun hefur borist. Ég vil taka fram að viðræður varðandi lánsfjármagn við bæði Íbúðalánasjóð og Arion banka hafa verið mjög jákvæðar, þannig að þetta er bara, eins og segir, örlítið til lengri tíma. Nú það er í gögnunum viðaukaskjal og þetta lán til skemmri tíma að miðað við það að þetta verður kannski hámark 2 vikur verður fjármagnað miðað við viðaukann af handbæru fé. Það er fé sem að við hins vegar munum þurfa að nýta þegar líður á vegna framkvæmda við Vínlandssetur en við höfum það handbært núna til þess að geta fleytt þessu áfram. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá ber ég hér bara upp tillögu að varðandi viðauka sem heimilar Dalabyggð að lána Bakkahvammi HSES til skemmri tíma allt að 30 milljónir og lánið verður fjármagnað með lækkun á handbæru fé. Hverju sem vilja ræða þessa tillögu?
Ákveðið svo ringi hljóðstöð sem samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er bara fundi lokið eftir að ég fara að fundagerð og ganga frá henni en við stoppum upptöku og fund er lokið.